Já, nú ætlum við að ræða umræðuna flóttamanna vandan eins og kannski ég vanalega kallað það, en þetta er nú kannski flóttamanna mál, kannski þetta mannauðsvandi. Samstöð var nú að skrifa það í dag, hvað væri mikil verðmæti í því fólki sem er hingað verið að flytja. En það hefur verið mikla sviptingar í haust í þessum málum og byrjaði svolítið með nýjum tóni sem að Jón Gunnarsson, dómsmálaráðherra, gaf í þinginu í haust þegar hann kynnti að hann var á leiðinni enn einu sinni með breytingar á útlendingalögum og nú vegna þess að grunnstoðir samfélagsins var að kikna undan auknu álagi vegna aukins flóttamannastraums. Til að ræða svona hvernig þetta hefur farið í þjóðina og í umræðuna eru hingað komnir tveir herramenn, Atli Þór Fandal, framkvæmdastjóri Transparency, og Birgir Þórarinsson, Biggi Veira, tónlistarmaður og góður gestir Rauðaborðsins frá upphafi, eða æskufélagi Rauðaborðsins. Já, við vorum með föstudagana þegar við vorum að reyna að gera skemmtiþætti. Þeir voru mjög skemmtilegir en þeir voru kannski bara fyrir það eccentric fólk að var kannski margir. Já, skemmtiþætti fyrir sérvitríka. En Atli Þór, hvernig finnst þér þessi umræða? Er breyting á henni eða hefur hún alltaf verið? Er hún eitthvað komið upp á umræðinu, upp á yfirborðið sem að var? Hvað er ekki? Er það meiri harka? Þetta er svona að einhver leiti finnst með framhald af því hvernig Sjálfstæðisflokkurinn sérstaklega og Framsóknarflokkurinn er oft svolítið með því, talar hælisleitendur. Ég meina þetta er raun og veru, ef við förum yfir það sem hefur verið rætt þá verður að auðvelda fólki að fá atvinnuleyfi, við getum ekki hjálpað öllum, það eru milljónir sem vilja flytja og þetta er allt sömu talpunktarnir. En það sem kannski er svona sorglegra að horfa upp á núna er að það er farið í þennan pakka að mikilli hörku að hrun stofnana samfélagsins sé fólki leita vernd að kenna. Við ráðum einhvern veginn allt í einu ekki við það. Það hefur ekkert með að gera að það er búið að svelta þessar stofnanir. Það hefur ekkert með að gera hvaða efnahagstefna er rekin hérna. Það hefur væntanlega þá ekkert með að gera hver mannafsvandinn er á Landspítalanum eða brotin húsnæðisstefna. Jón var bara að ítrekka þetta í þinginu núna áðan, ég var aðeins að hlusta á hann í dag og hann var að segja að sveitarfélögin bara gæti ekki meir, það væri alltaf brotna og við yrðum að grípa til aðgerða og herða lögin í hvelli. Já, og þar fer kannski ekki alveg saman, hvað er hann að tala um þegar hann er að tala um að herða þessi lög? Nú er búið að leggja þetta frumvarp fram 5 sinnum, af því þetta er svona árlegur viðburður hjá Sjálfstæðisflokknum, þetta er svona svipað eins og áfengi í búðir, þetta er til að tala við eigin flokk og svo eru við einhvern veginn dregin inn í þessa umræðu af því að þó að þetta einu bara verið eitthvað innra samtal þeirra og það er ekki verið að reyna að takmarka vernd fyrir fólk frá Venezuela eða Úkraínu, það stendur ekki til. Í raun og veru er það eina sem er verið að gera er að auka heimildi til að henda fólki á götuna. 30 dögum eftir synjun. Já. Þannig að það er alveg sama hvernig fólk reynir að ramma þetta er bara samtal mannúð eða ekki. Og þú kaupir það ekki að þessi lagabreiting muni bjarga því að það eru 39 börn í Hafnarfirði sem eru án skólagöngu, þess að þau komast ekki í skólana, að þessi lög breyta því ekki? Nei, ég held nú reyndar að ef okkur væri alvara í því að takast á við það, þá myndi nú ríki kannski til að vera tilbúið að taka samtal tekjuskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga sem er nú reyndar ansi gamalt mál. Nei, þetta kemur því máli bara ekkert við. Það er ekki arða af sannleik í því að hér séu hælisleitendur og flóttafólk að brjóta niður stofnanir samfélagsins. Þetta á sér miklu lengri sögu og snýst fyrst og fremst það að það hefur ekki verið vilji undanfarna áratugi til þess að byggja upp þessar stofnanir, til þess að fjármagna þær raunverulega. Við getum farið og skoða hvaða mál sem er. Við tökum húsnæðismálin til dæmis. Það er mikið talað um að hrunið hafi haft mikil áhrif þar sem eru auðvitað rétt, en hins vegar er nú kannski stærri þáttur að kynslóðurnar eða árgangarnir 83, 84, 85, 87, þetta voru stærstu árgangar sögunar á þessum tíma. Við gátum vitað strax á þessum tíma að það yrði húsnæðisekla í Reykjavík bæði vegna þess að það var mikið verið að flytja í bæinn og að okkur var að fjölga og svo auðvitað vantaði okkur starfsfólk sem fjölgun á Íslandi eru innflytjendur.
Þannig að það er svona soldið ódýrt og í raun og veru bara mjög andstyggilegt að láta eins og einhverju örfáir aðilar sem að eiga vist að vera að ferðast á fölsuðum skilríkjum sem að reyndar réttur brjóta innviðina og grunnkerfi samfélagsins. Og það er reyndar réttur flóttafólk sko, af því að það er ekki þannig að þú farir til Talibana í Afganistan og biður vegabréf sko. Og Ísland hefur margsinnis, bara svo að þess að sagt, þá hefur Ísland verið gagnrýnt sko margoft fyrir það einmitt að fangelsa fólk fyrir þetta. Það er brot á alþjóðasamningum sem við hefum gengist undir. Þannig að þetta er mjög andstyggileg umræða, hún er til heimabrúks í Sjálfstæðisflokknum og hún hefur miklu meira með að gera það er landsfundur Sjálfstæðisflokksins framöndan. Hvernig slæðir þetta þig, Birgir? Já, bara dálítið svona sama. Mér finnst þetta dálítið svona mér finnst þetta talstundum vera með þess að búa til einhvers konar svona viðbröð eins og það kannski dálítið ljóst að þú veist búið að vera svona fjara aðeins undan sko miðflokknum skilur, þannig að það er eitthvað rýmið, þannig að það er eins og Sjálfstæðisflokkurinn hafi, nú fór hérna einnig yfir, eins og sé eitthvað einn svona aðeins að tala inn í þetta, valið á Jónin alltaf í þetta embætti er svona hluta til þess að svona, þú veist, gefa svona smá svona flöt á því, við erum nú daldið fyrir þig skilur, þannig að þetta er, og það hann sé að þá taka upp þetta tal núna, í þessu samhengi er kannski bara svona speilmynda því að það sé verið að tala um það. Væri þá ef að miðflokkurinn væri í vexti, þá væri það eðlileg viðbrögð Sjálfstæðisflokksins að reyna að verja lekan, en það er ekkert að leka yfir í miðflokkinn, hann liggur hann bara. Nei, en þetta er samt sem að sjónarmið sem fólk hefur svona rasista smitaðar þjóðernis tilfinningar skilur sem að náttúrulega miðflokkurinn var dálítið svona að tappa inn á. Og þetta fólk er ekkert farið, veist, það dó ekki fólki sem kjósa miðflokkinn, það er bara einhvers staðar að kjósa eitthvað annað og þannig að það er alveg hægt að tala til þessara tilfinninga sem að mér finnst bara eins og allir tala um, þetta er aldrei svona að vera að prófa það, skilur, en alveg rétt eins og með þetta er sko náttúrulega bara sorglegt að þessi hagræðingar krafa innviðana leiði alltaf til þeirra niðurstöðu að það er verið að gera hluti af vanefnum og það er í raun og veru ekki hægt að bæta við neinu álagi aldrei, þetta er bara eins og með fyrirtækjum, þau bara, það er allt bara tekið innan úr þeim, það er ekkert eigi fyrir þess að standa af sér einhverja erfiðleika, það bara ef það koma erfiðleika þá fer bara allt í vaskinn, af því að það er búið að strímlæna allt svo mikið. Sem átti að vera lærdómur sko eftir COVID, að við ættum ekki að reka stofnunni samfélagsins þannig, á bara eins og flugfélög, á hámarksnýtingu. Það var einnig lærdómunum sko heilbrigðiskerfið að þú átt að hafa borð fyrir báru, annars kollsteipur í kerfinu þegar kemur eitthvað álag. Já, en við höfum svona alltaf bara svona, en kannski dálítið stutt sem COVID var og það snýst náttúrulega alltaf um svona mönnun og þú bara einhvern veginn skullar ekki bara blöðin og vantar hérna ógeðslega mikið af fólki í heilbrigðiskerfið og það bara kemur, veist, þetta er dálítið svona seigfljótandi vandi sem er ekki að leysa neitt hratt og eins og þú varst alltaf að kalla eftir og það er engin svona svör kannski almennilega hvað á svona að gera til skamms tíma, það er náttúrulega hluti af þessari umræðu líka hvernig þetta bregðast til því og akkurat tregðan til þess að einhvern veginn fara af þessu í einhverju alvöru með sveitafélagum að finna pláss fyrir þetta fólk. Er það þannig geta allavega komið sér fyrir og einhvern veginn byrja bara að láta sér líða sæmilega og finna einhvern nýjan takt í þessu samfélagi okkar. Er það þannig að það sé allir saman á því að grunnkerfi í samfélagsins eru á þolmörkum? Já, meni þau eru það, bara vantar mjög mikið. Og síðan koma stjórnvöld fram og segja að það eru vegabréfalausir sýrlenskir flóttamenn sem fara á Venesúela. Þeir segja það ekki. Þeir segja það ekki beint út. En þeir skilja það eftir fyrir fólk sem er kannski alltaf með víða sín eða mikla meðvutund að einhvern veginn setja sér púsl dálítið sjálft saman og hundaflutt. Já, skilur. En er það þá þannig að það er erfitt að tala um veikastöðu grunnkerfana án þess að sogast inn í þessa umræðu? Eða er það ekki hægt að aðgreina það? Nú sé ég ekkert svo öfluga umræðu veikastöðu grunninnviðana. Jú, er ekki alltaf eitthvað verið að þrasum, það er alltaf búið að vera að þrasum heilbrigðiskerfið og mikill vandi í menntakerfinu, kennararnir, þetta er erfitt. Já, bara fagstéttirnar halda gangandi, Minnst eins og fjölmiðlarnir sem bara missa áhuga á þessu. Ég held reyndar þessi umræða, ég er alveg sannfærður það að þetta er líka smit frá Bretlandi. Ég
vann aðeins í breskum stjórnmálum fyrir ansi mörgum árum og það margt ágætt þar en margt mjög klikka líka en kannski það sem hefur alltaf setið í mér eftir innan tíma hvað sko bresk stjórnmál hafa mikil áhrif á Íslandi, hvað við erum opin fyrir þessu smiti. Sérstaklega Sjálfstæðisflokkin. Sérstaklega hann er meira en systurflokkur Íhaldsflokksins. Já, sem að hefur sko líka svona svolítið rofið tengsli við norrænu flokkana. En sko þar ertu með fjölmiðla sem að hafa í raun og veru keyrt upp hugmyndir það að ef að þú veitir hælisleitendum eitthvað skona rými og þar reyndar eru öllu grauta saman, það eru innflytjendur, hælisleitendur og flóttafólk og fólk pólskir iðnaðarmenn og allt saman sko, þetta allt saman að rústa samfélaginu og þú veist og orðræðan þar sko mjög harkaleg, fólk kallað kakkalakkar, það talaði eins og engisprettufaraldur og það eru svona myndasögur af biðröðum til himnaríkis út af illegal sem svo eru kallaðir og það bara þannig að þú kennst ekki inn í himnaríki að því að svo mikið af ólöglegum umsækjendum að reyna að komast þangað, já. Og það þessi umræða hefur mikil áhrif vegna þess að íslenskir fjölmiðlar og stjórnmálamenn sækja mjög mikið til Bretlands í orðræðu og annað slíkt. En sko það erfitt að forðast þessa umræðu og þeir eru auðvitað að vita það vegna þess að það þarf einhver að taka upp hanskan fyrir fólki sem að notabene eiginlega aldrei tala við tölum þennan hóp og við ræðum þetta á svona þeim forsendum sko að það sé ofsalega ljótt að draga einhverja línu í sandinn, þú veist, milli góðs og vond sko, en það má aldrei segja það upphátt að það sko mjög ómanneskjulegt að tala fólk sem sko gott eða vond, eftirsóknarvert eða vond, þú veist, að því að þú ert að koma og flýja og sækja vernd, þá ert þú álagið á kerfinu en ekki bara, þú veist, það að hér fæðast bara hellinga börnum og hér bara gríðalegu túrismi og okkur hefur fjölgað mikið og það hefur ekki fyllt fé með. En en svo líka annað að sko Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega saga þessa flokks svona sagaflokk sem að lifir af með því að benda alltaf á aðra. Hann algjörlega ófær þessi flokkur á að taka ábyrgð á eigin gjörðum. Þannig má til dæmis sjá núna með íbúðalánssjóðsmálið, ég meina þeir bara Sjálfstæðisflokkurinn og frásunarmenn, þeir bara halda alla þræði þessa máls. Þeir hunsuðu þetta, það voru þeir sem kaffærðu þeir smíðuðu þetta, þeir kaffærðu rannsóknarskýrslunum íbúðalánssjóð, hunsuðu nefndin framtíðarskipanans, þeir kostuðu meiri pening með leiðréttingunni en núna stígur sko þeirra ráðherra fram og vill meina að hann sé að taka þessa umræða mikilvæg ábyrgð og við berga klúður í annara. Já, við bara markasins sko 100 milljarðar síðan á föstudaginn og íslenskir íhaldsmenn, þeir bara fagna þessu sem ábyrgri pólitík á meðan sko breski íhaldsflokkurinn sem þarna ætti nú að koma ágætt til smit, þeir náttúrulega kostuðu bæði sínum fjármálaráðherra og forsætisráðherra út á 45 dögum. Þannig að já, það auðvitað erfitt að forðast þessa umræðu en ef einhverju gætu aðstofa okkur við það, þá auðvitað væri það svona hérna talandi stjætti sem að láta alltaf soga sig inn í eitthvað svona innanflokks umræðu Sjálfstæðisflokks. Það bara landsfundur framöndan og þau bara, og flokkurinn bara að tala um að einkavæða ríkisútvarpið og minnka flæði innflytjenda og allt þetta Róta niður verkalýðsfélögin og svona. Reka upp að byrja starfsmenn. Og við erum einhvern veginn soguð inn í þetta því að ef maður segir ekkert, þá kemur ekkert á móti. En það aldrei lagt neitt mat í umræðinni sko, eða í ritstjórn fjölmiðla hvort þetta sé raunverulegt. Það til dæmis vantar alveg í umræðina flóttafólk að það bara engin ósætti við fjölda þeirra. Ósætti snýst það að löggjöfin og framkvæmdin á Íslandi ekki í samræmi við siðferði almennings Þess vegna eru alltaf þessar deilur. Þess vegna verður alltaf allt brjála þegar verið að vísa börnum burt. Það hefur ekkert með sko einhverja tæknilega hluti að gera. Það er bara rof á milli siðferðis ríkisstjórnarinnar og þeirra sem eru við völd og almennings
og til þess að leysa þær deilur þá þýðir ekkert að fara að tala hérna hvað normenn séu stoltir að því að vísa fólki á brott, að það bara koma nær hugmyndum almennings hvað er mannúð. Ég held líka sko, ef við nálgast bara aftur þetta með fordómana, ef það er svona við erum svona að ná utanum umræðunum fordóma, það er kannski ágætt, ég náttúrulega átta mikið á því sko hvort það hefur farið fram einhver almennilega sko kortlagning á fordómum sko rasisma í íslensku samfélagi. Við erum náttúrulega það verður gerðað nokkra kannanir og Íslendingar koma svona ágætlega út úr því. Já, ég held þetta er ekki svona viðvarandi vandamál hér. Nei, ég held og yfirleitt erum við með jákvæðri afstöðu til innflytjenda og flóttafólks heldur en almennt í Evrópu. Já, og ég held að sko eina ástæðan fyrir því er svo að sko einn svona helsti svona drifkraftur í sko rasisma eins og hann hefur vaxið og það er að segja rasisma eins og hann hefur vaxið hjá fullorðnu fólki, ég er ekki að tala hjá börnum, það er alltaf svona annað, skilur, önnur ferli þar, að þetta snýst svona það sko einhvers konar samfélag, til dæmis hafa bara verið yfirgefin, skilur, eins og í Bandaríkjunum, eitthvað bílaversmiðuborgir, það eru bara yfirgefnar, fólk er bara yfirgefið, það skilið eftir einhvers staðar í einhverjum svikið. Já, það bara skilið eftir einhvers staðar í samfélaginu með ekkert. Bara einhvern veginn, þú ert einhvern veginn bara, núna er þetta bara orðin eitthvað byrði, já, þetta er svona, og þetta fólk verður einhvern veginn skilið eftir þetta aldrei svona bara svona allslaust og án þess að hafa möguleika á neinni reisn. Og þá er þetta kannski oft þannig að fólk er þá samt sem aður í einhverjum hóp og er að búa til einhvern veginn leið til þess að geta bara lifað í einhvers konar reisn og þá verður þetta kannski eina sem hefur, I'm American, skilur. Það er eitthvað, það er fáninn eitthvað. Þannig að það grípur eitthvað svona ingrú pælinga til þess að einhvern veginn fá self-worth og hluti af og þá verður svona birtingamynd kemur rasismi þar þótt ástæðarna séu svo að það bara þetta global hagkerfi er bara satt bara það borgar sig ekkert að gera þetta hérna lengur, borgar sig bara að gera þetta í Kína og þið eru bara afskrifuð þetta er bara, þau eru afskrifuð þetta er svona afskrifuð. Fólk sem lifir í samfélögum sem hafa verið skilin eftir hefur verið engin framþróun í þeim samfélögum áratugum saman að þar vakna svona hugmyndur að heimurinn sé að fara mjög að vera í veg og það sé út af alþjóðavæðingu og innflytjendum þetta er svona ákveðin þetta er riðbeltin en það er ekki riðbelt á Íslandi. Nei, ég er að segja það, þess að við höfum kannski búið kannski og komið í veg fyrir að rasisma hafi grassarið fyrir að fyrsta er ekki mikið útlendingum hérna og það er eiginlega hefur aldrei verið neitt alvarlegt atvinnuleysi. Þannig að það er svona hæpi að segja að benda eitthvað á að eitthvað sem sé útlendingum að kenna. Það er svona svo áhugavert eins og í þessari umræðu núna, það er einhvern veginn verið svona maður áttar sig ekki á hversu viljandi það er að tala þessi mál og síðan þessa innviði og ekki, eins og þú segir, fara í raunverulega ástæðu vandamál innan heldur bara einhvern veginn henda þessum tveim hlutum upp á sama tíma. En ef það er ekki riðbelti hérna á Íslandi, er þetta þá innflutt umræða? Það eru svona ákveðin riðbelti í Svíþjóð, þar sem að Svíþjóðardemókratar ná góðu skriði. Það er svona miðhluti landsins sem verið mikið til skilin eftir. Þegar maður ferðast þar að þá fær maður alveg sjokk að sjá það hvað er mikil sko bara svona niðurnísla og deyfð. Það er í riðbelti í Frakklandi sem er það sem að Le Pen sækir mest fylgi sitt. Það er mjög búin að vera efnahagsleg stöðnun í Ítalíu þar sem að fasistar eru í uppgangi. Trump sækir er mjög sterkur í riðbeltum Bandaríkjanna. En ef það er ekki riðbelt á Íslandi er þetta þá innflutt umræða í einhverjir stjórnmálamenn sem eru að vona að einhver svona set-up frá útlöndum og þannig að það er riðbelt í norður hérðum Englands. Er þetta stjórnmálamenn sem eru að vonast til þess að þetta nota tricks sem hafa virkað erlendis? Ég held að sé pínlítið þannig þetta er vitlausasta spurning sem hefur verið spurt. Nei, sko, svarið samt alveg pínu snúið vegna þess að það er þannig að við bara sem manneskjur erum sko
einkennilega samsett. Við erum fyrst og fremst með eitthvað svona DNA sem býr til eitthvað svona grunnstruktúr og svo restin meira að minna svona félagslega mótað. Og félagslega mótunarkerfi býr til allar þessar taugabreytir sem eru síðan bara endurkerfið. Það bara, þú veist, bara vegakerfið í hausnum bara smíðað af umhverfinu, skilur. Og þú breytir því ekkert svo auðveldlega. Þú fer ekkert núna bara að breyta því bara eins og vegakerfinu í Íslandi. Það bara einhver umferð í heilanum sem hefur þroskast til og málið það að það hefur alltaf verið með fólk svona in-group, out-group categorizing, þú veist, bara þú tekur saman hóp, segir bara, heyrðu, þú ert bláaðlið, þú ert rauða og allt í einu fer fólk að hugsa, já, bláaðlið er miklu betra, veist, allt í einu fer fólk einhvern veginn bara ósjálfrátt í eitthvað mjög svona sérkynlega svona hópa átök, þannig að þetta virðist vera eitthvað sem einfalt að fá okkur til þess að gera, að samsamla. Og stjórnmálin sé að spila inn á þetta. Já, og ég held að þetta sé þannig að sjálfsögðu eitthvað svona tortryggni gagnvart útlendingum. Það bara eðlilegt, kemur eitthvað fólk sem þú veist ekkert alveg hvernig, viðbröður, hvaðan hann kemur, hvernig viðbröður, hann ekki Íslendingur, ég veit alveg hvernig þeir hefðu þessu svona, hann kemur hérna annars stað frá, ég veit ekki alveg, þannig að það eitthvað svona smá tortryggni. Og svo bara, já, og svo, íslensk þjóðleg gildir, það ekki eitthvað, eitthvað svona, þannig að það eitthvað svona tortryggni og eitthvað svona, eldra fólki sem sér svona samfélagið, einhvern veginn svona samfélagið eins og það hefði ímyndið sér að ætti að vera svona pínu svona fjara út og þú getur svona talað aldrei svona inn í þetta. Og kannski eru riðbeltin í Sjálfstæðisflokknum. Hann núna að fara sérst í landsfund í fyrsta skipti síðan 2018. Og Frekikallin náttúrulega ákveðið riðbelti en hefur ekki sem völd og hann hafið áður. Já, það að fara undan ákveðum hugmyndum hérna hjá þeim og þeir eru náttúrulega að fara í landsfund með skýrslu Ríkisendurskoðunar bara detta í hús og þrátt fyrir að gagnrýni á sölu Íslandsbanka sem máluð sem bara eitthvað svona tuði í einhverju fólki þá mjög mikið reiði í flokknum yfir þessu, fyrsta lagi fyrir að klúðra þessu mikilvæga hugmyndafræðilega málið að samfélagi geti aldrei átt neitt og í öðru lagi þá voru þetta mjög mikið af sjálfstæðismönnum sem ekki fengu að taka þátt í þessu lokaða útboði. Þú ert auðvitað líka með íbúðalánasjóðsmáli núna að detti fangið á fólki. Það eru mikil átök framundan í samningum sem sagt við stéttarfélög og svo gríðarleg verðbólga og mikill húsnæðisvandi og nýfjálfsíkan góðum daginn fyrir fram að dáninstandi 10 Já, og svona og það hefur verið að gerast undanfarin ára Sjálfstæðisflokkurinn þarf að reyna að aðlaga sig þessum nýja heimi. Ég meina þú ert bara með unga kynslóð sem að sér í gegnum þennan óhefta kapitalisma og þá ég að meina auðvald hyggjuna, þá hugmynd að hverri krónu eigi að fylgja eitt atkvæði. Þú veist, það það sem ungt fólk sér í genið, það ofta ekkert... Allir, þú ert að segja að við verðum alltaf að vera að draga álitsgjafa, þú ert álitsgjafi, innan úr smál Sjálfstæðisflokksins, nú ætla ég að gera það. Það ekkert svo langt síðan að Áslaug Arna sem foringi ungliðarhreyfingar Sjálfstæðismanna stóð fyrir framan pontuna og púaði niður þar sem að þau litu á sem rasista á landsfundi Sjálfstæðisflokksins. Það þannig að öllum í Sjálfstæðisflokknum líði vel með hvernig Jón Gunnarsson að reka sinni stefnu? Já, ég myndi nú gera ráð fyrir því að... Það heyrir ekkert í þessu fólki. Ég myndi gera ráð fyrir að það sé ekki þannig að öllum líði vel með þetta. Þau segja ekki, það hefndi ekki. En hópurinn fann að þjappa sig það mikið saman að þau segja ekki neitt. Já, en ef ég má samt segja eitt bara, þú veist, og ég veit að sjálfstæðismenn hafa engan áhuga að hlusta á mig, þá vil ég samt segja eitt, Þetta bara eldur sem mjög hættulegt að leika sér að og það ekki þannig að þegar þú veist þegar það kveiknað að brennuvargarnir geti Bjarni sem kom sérstaklega upp í umræðurum til þess að lýsa við stuðningi við Jón hann komið fram í fjölmiðlum og svona hálfpartinn dregið tilbaka að Jón sé að fara út í ríkisstjórn sem bara merki þess að hann mjög ánægður með störf hans. Já. Þeir ætla að gera það. En það stórhættulegt að leika sér að þessu og þetta ekki hvað sem þú nærð að stjórna. Og ef ég má bara nefna eitt dæmi það hvernig ekki hægt að stjórna þessu að þá það þannig að miðflokkurinn spilaði mikið með þetta
og þau ætluðu alltaf að, þau þurftu alltaf að toppa sig. Og svo endaði þetta einhvern veginn þannig að Sigmundur Davíð með þráhyggju núna yfir sko transmálum, sem að það eru bara ekki nógu margir kjósendur sem að láta sig, þú veist, og þannig að sko, þú veist, miðflokkurinn eru brunarústir eftir þetta núna. Hann þú veist, það þýðir ekkert að vera að spá mikið í þeim flokk. En Sjálfstæðisflokkurinn hins vegar er öðruvísi flokkur. Þetta bara flokkur sem á sér langa sögu þess að vera við völd og það er hættulegt fyrir fólk í þessum flokk að leika sér að þessu. Þetta er ekki réttmætt leið, það er ekki þannig að fólk sem að komi á flótta sé að rústa innviðum samfélagsins og áður en þið vitið af, þá getið þið ekki farið fram á þess að trompa þetta með hverri kosningu og hverju árin. En er það ekki bara þannig? Þetta náttúrulega alltaf að sjá að Sjálfstæðisflokkurinn nákvæmlega sem sagði og taldi upp öll þessi erfiðu mál, að hann náttúrulega komin í dálítið svona erfiða varnarstöðu, hann alltaf svona einhvern veginn að minnka og ég hugsaði í næstu kosningum þá getur hann ekkert einhvern veginn treyst á það að Framsóknarflokkurinn og VG mun einhvern veginn vilja vera með. Þau eru að fara að finna það að þeir eru að verða skildir eftir, þannig að ég held að þeir eru náttúrulega bara dálítið að leita þess að því hvernig ætla þeir að krafsa í bakkan og koma einhvern veginn tilbaka. Þeim leiðist því sem ríkisstjórn. Það er að fara mjög í taugarnar á Sjálfstæðisflokknum að þurfa að vera ríkisstjórn. Hvað ríkisstjórn ætlaði að vera það? Það veit ég ekki. Já, ég meina Eitt var náttúrulega Sjálfstæðisflokkin og Miðflokkin. Það var könnunin sem var gerð í ágúst þess að áður eins umræða hefst, en samt flóttamannastraumurinn búin að vera töluvert mikil og einhverjum fjöllum búin að vera það. Það var gerð könnun og almenningur spurður ef við fyrst of margir og fáir eða temmilega mikið af flóttafólki. Næstu í helmingurinn sagði temmilega og ívið fleiri sögðu og fáir miðað við og margir. Þegar þessu var skipt niður á milli flokka, þá kemur í ljós að kjósendahópur Sjálfstæðisflokksins og kjósendahópur Miðflokksins er alveg eins. Það er alveg jafnt fáir, það eru færri inn í Sjálfstæðisflokknum sem að svöruðu í að væru of fáir flóttamenn. Þannig að kjósendahópurinn, þó svo að kannski blærinn á Miðflokknum sé öðruvísi, þá er kjósendahópurinn mjög líkur og kannski það ástæðan fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn breytir tungutak þegar að líða landsfundi, að þá er hann að fara að tala við þetta fólk. Já, það er líklega það sem er gerast. En það er þetta fólk sem að velja sér fórustu. En Sjálfstæðismenn verða líka átt að segja á því að vald þeirra byggist á því að atkvæðin þeirra séu talin tvisvar, að sé alltaf einhver flokkur tilbúin að hlaupa með þeim og þau þurfa aðeins að hugsa að þetta er umræða sem er mjög erfið fyrir aðra flokka og ýtir mjög undir það að fólk vilja ekki vinna með þeim. Í raun og veru miklu meira heldur en svona hægfara dauði stofnanna því að einhvern veginn tekst þeim alltaf þú veist, það er bara ekki það er kannski erfið að setja sig inn í það. En þú veist, það er ágætt bara að þetta fólk átti sig á því að þessi flokkur er í minnihluta. Hann hefur verið í ríkisstjórnum vegna þess að þau hafa geta fengið alltaf eitthvað flokk til þess að þvert á sína hagsmuni til að standa með þeim og vinna með þeim í ríkisstjórn eins og þau séu náttúrulega borin til valda. Og það getur vel verið að það virki í næstu kosningum, en þetta er samt, þetta er ekki eldur sem þú átt að leika þér að vegna þess að þetta endar alltaf illa. Herðu, má ég aðeins snúsa á haus. Það eru mikla samfélagsbreytingar í Íslandi, meðal annars út af fjölgun innflytjenda. Það er bara til þess stutt síðan, ég held þess að bara 4-5 ár, síðan að innflytjendur voru innan við 12%. Nú eru þeir í 1. september, eða í lok september, voru þeir 16,3%. Það er gríðarleg fjölgun á ótrúlega skömmum tíma. Það sem af árinu á fyrstu 9 mánuðum ársins, þá fjölgaði landsmönnum rúmlega 9.000 manns. Þar voru 5.500 sem eru fæddir umfram dána, en það voru 490 íslenski ríkisborgarar sem að fluttu til útlanda umfram það sem fluttu heim. Þannig að fjölgunin eftir þetta eru bara 60 manns. Hitt eru 9.000 manns sem eru innflytjendur sem koma til Íslands. Og þessu fylgir náttúrulega gríðarlega breytingar. Við sjáum að í verkefnisfélögum eins og í Eflingu, verkefnisfélagi Akranes, meirinn helmingurinn af félögunum eru innflytjendur. Gríðarlegt álag á leigumarkað, gríðarlegt álag í samfélaginu. Við heyrum mikil umræðu íslenskuna sem að kemur fram. Getur verið
að ótta við rasísku skotgrafinnar að þá ræðu bara of lítið innflytjendamál og áhrif þess á samfélagið. Ég held að þetta sé, vandamáli við þessa umræðu það að, það er óleyfilegt að vera með rasíska skoðanir. Það er bara fyrsta, þetta er svona eitthvað bara svona no-no. Bara, þú veist, ef þú ert með eitthvað rasíska skoðanir og þess vegna, og þá er þetta bara off. Þá er þetta bara kanseleraður, skilur. En ef ég myndi segja að innflutningur fyrirtækjaeigenda á vinnuafli til Íslands hefur haldið niður í launakjörum láglaunafólks. Er það rasísk skoðun? Þegar ég segi rasísk skoðun þá á ég við kannski, þetta orðið hugtaki rasísk, en bara eitthvað svona umræðu að hún bendir á einhverja neikvæða hlið að þessum samfélagsbreytingum. Fattur, eins og þú ert að segja. Þarna varst að segja og þú benda einhverja neikvæða hlið að þessum samfélagsbreytingum og þá er hægt að segja það að þú sett bara, þá er hægt að henda því inn í eitthvað svona rasismatal og þetta er alltaf eitthvað þunn lína, hvenær ertu að þú ert farin að lýsa einhverju óanægju. Ég er að spyrja hvort þú óttu svona umræðu. Þú nefndi gamla fólki áðan, það sé hrætt við, það kannski er á hjúkrunarheimili það sem eru 70% eru innflytjendur og það er fólk sem ólst upp í Íslandi þegar það var eiginlega engin útlendingur í það. Þannig það er svona mikið svona félagslegt álag á eldra fólkinu. Já, ég meina, áðurinn fyrir bara eitthvað að kommenta það, myndi ég segja að það er að sjálfsögðu mjög hættulegt að fara inn í erfið umræðu, sérstaklega, eins og til dæmis myndi ég halda fyrir svona fólk sem er svona eitthvað svona liberal fólk vegna þess að það er svo hrikalega banna að vera með að velta upp einhverjum hliðum sem á ekki hliða að það fer allt og fólk er svo emotional, það fer bara allt á hliðina og þú ert bara cancelaður og ert bara off og þá er ekki hægt að hafa í vinnu og þetta verður á svona rosa erfitt að það sé ekki hægt einmitt að segja að einhvern veginn opna umræðuna og tala einhverja hluti í einhver samhengi þannig að ég er að segja, mér langar bara að tala þetta, þetta er svona, ég er ekki með neina sérstakar skoðun, það þarf bara að tala þetta, ég vil geta bara að tala þetta bara þess að því við þurfum að geta tala þetta er mikil breyting. En það er ekki hægt að gera það út af því að ef þú leið þú segir, já þetta er búin að lækka launin og svona, þá bara strax, já hann er á móti. Þá eru dregnar ályktanir um hvernig sín þú lítur á þetta fólk með þessum sagðir í staðan fyrir að reyna bara einhvern veginn að reyna að skilja vandamálum sem við erum að reyna einhvern veginn að ná utan. Samtök leigjenda reyndu á kurteislegan hátt þegar það var Úkraínu innrásin byrjaði að benda á þetta, að segja að þegar við tækjum á móti flóttafólki frá Úkraínu þá verðum við að hafa í huga að leigumarkaðurinn og húsnæðismarkaðurinn í Íslandi er sprunginn. Þannig það er ekki hægt að gera þetta nema að vera með aðgerðir í húsnæðismálum á móti. Og þetta var bara skrifað á glerbrotum og síðan var þetta sett út og þetta er náttúrulega staðan sem hefur komið í ljós að þetta hefur gert ástandið bara enn verra en þetta næri ekki umræðu og það sem ég er að velta fyrir mér, getum við ekki rætt þessar samfélagsbreytingar sem eru vegna þess að við borðið situr Sigmundur Davíð og Jón Gunnarsson með bensínbrúsana og við bara við þorum ekki að ræða þetta vegna þess að þeir getur farið að sulla bensíni. Já, kannski svari við öllu svona er að gera bara svolítið kröfu á gögn og að þetta sé byggt á einhverjum raunverulegum upplýsingum. Ég meina þú orðaðir þetta til dæmis með þeim hætti að það sem þú gerðir atvinnurekendur ábyrga það er þeir sem flytja inn og gerðir ekki fólki sem er að bara sækja þetta vinnu ábyrgt. Það myndi ég segja skiptir svolítið máli en og svo kemur aftur við getum alveg rætt málefni innflytjenda, við getum alveg rætt þessar samfélagsbreytingar og við erum eiginlega alltaf að ræða þær en við erum svolítið föst alltaf í sömu spurningunum. Ég hef stundur sagt það sem dæmi þegar ég byrjaði hjá Transparency, það var svona 6 mánaða tímabil þar sem að ég fór aldrei í viðtal að þess að vera spurður, er spilling á Íslandi? Og þetta er ekkert rosalega gagnleg spurning vegna þess að svarið er ekkert já eða nei. Þú átt að vera að spyrja þig hvort að það sé eitthvað í kerfinu sem búið til spillingar áhættu eða annað slíkt. Og sama hugsa ég að sé til dæmis upplifun fólks af erlendum uppruna sem að það er alltaf að horfa upp að þessu spurninga. Er rasismi á Íslandi? Og
við þurfum auðvitað kannski alltaf að ræða það en við þurfum að komast eitthvað aðeins lengra í þessu og þegar kemur að umræðu það til dæmis hver ágóðin fyrir þetta samfélag af innflytjendum, hvað leggur fólk til, þá örugglega fá lönd bara hreinlega í heiminum sem hafa grætt jafn mikið, fá samfélag sem hefur jafn mikið verið lagt til, við erum með gríðarlega hátt hlutfall af fólki sem er að vinna. Þetta hefur ýtt undir fjölgun sem við þurfum svo sannarlega á að halda. Þetta hefur þó ekki verið nóg til þess. Þetta hefur stoppað öldru þjóðarinnar. Já, stoppað öldru þjóðarinnar. Sem við sáum fram á 1980-1990 að hérna myndi vera svo fáir vinnandi menn að móti börnum og gamlum, það er horfið. Og þrátt fyrir þessa miklu breytinga þá er þetta ekki nóg til þess að svala þörfinni, í raun og veru þurfum við fleiri. Og stuð bara hérna, eins og bara líka, innflytjendur eru líka bara þeir sem hafa byggt upp nútíma íslenska menningu, kent okkur á hljóðfæri og kent okkur að elda eitthvað mat annan sín hákall og svona, þannig að það eru innflytjendur sem eru stór, mjög gerandi fólk í því að skapa íslenska nútíma menningu. Þeir eru bara, ef að innflytjendur tækja upp að gera það sama og konur gerði 1975 og labba út, að þá myndi Íslands samfélag stoppa. Þá held ég að það væri eiginlega hvetja til þess að gera það. Því að þá myndi fólk átta sig á því hvað að Íslands samfélag bara virkar ekki án innflytjenda og það var 10.000 af innflytjendum. En ég ætlaði líka bara að fá að segja til dæmis hérna á samstöðinni þá hafa verið þættir þar sem fólk fara að tala sinn raunveruleika og og ég er alls ekki með þess að segja að þú veist að við eigum öll að taka þetta samtal en það kannski er ekki neitt rosaleg innsýn menn verð ég að tala við umræðu hvítra innflytjendum. Já, og ég er alls ekki að... Við erum líka bara að ræðum hvað þarf að ræðum. En það sem að skiptir máli samt að átta sig á til dæmis að allir svona gagna innviðir á Íslandi, þú veist, þeir eru mjög lélegir, við vitum ekki draumverulega, við höfum ekki almennilegar hagtölur eða annars slíkt þess að geta farið yfir þetta. Það er ekki þannig að það sé hægt að tengja við fjölgun innflytjenda hærri glæpatíðni eða annars slíkt og það skiptir máli, það er ekki það verið að búa til svo mikla grílu. Það er ekki eins og nætt í Svíþjóð, hún var hérna í viðtali við Rauðaborðið, hún Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur. Það sem vandamálin í Svíþjóð eru alveg þekkt vandamál, það sem gerist er að hlutfall ungherra eða svona kalla á aldrinum svona 16 til 30 ára er hátt. Þá verður vandamál og það er vandamál í þessum hverfum í Svíþjóð. Það er ekki þessi hátt hlutfall innflytjenda. Þannig menn eru bara að horfa á vitlausa breytu. En menn eru líka bara að búa til grílu, þú veist, þú þarft ekkit annað en að bara hugsa aðeins kannski nokkra vikur aftur í tíman. Við erum alltaf að tala innflytjendamál og breytingarnar. Við erum alltaf að tala að íslenskunni sé ógnað, þú veist, en það má aldrei tala það að kannski sé íslenskunni ógnað vegna eignar eða svona sjálfskipas eignarhalds ákveðins hóp sem að telur sig bara eiga þetta tungumála því að þau fengu kennslu 82 í Gaggó. Og það sé hinn eina rétta íslenska. Og sérstaklega það sem að tala með pólsku. Ég held að þar komur við alltaf svona inn á það. Það er bara grílur sem eru búna til. Það er ekkert mál að ræða þessi mál. Þú getur en það sem að kannski vantar er að það þarf að aðgreina hvað er staðreyndabundið og bara svona einhver, þú veist, ég ætla ekki að segja tilfinningar af því að mannúð og svona, það eru tilfinningar. En það sem við sáum til dæmis á RÚV síðustu helgi var bara þetta var bara hræðslu áróður vegna þess að það er verið að reyna að beina, það er verið að búa til sögur. Ein er svo að það sé ekki hægt að ræða samfélagsvandamála að vera sakaður að vera rasisti. Hinn er svo að allir sem segi eitthvað sem séu ósammála okkur hinnum séu flokkuð í vondafólkið, en það er aldrei talað vondafólkið. Það er flokkunin góða fólki kemur frá þessum populistum og en þú veist, þetta ekkert að þessu er rétt. Þú getur sloppið bara mjög vel í gegnum umræðinni ef þú ert konsistent, svolítið tillitsamur við nýjum hugmyndum og rökum sem koma á móti og ert ekki alltaf að ala á ótta. Þú veist, það er ekkert mál að ræða innflytjendamál. Við erum búin að ræða innflytjendamál í áratug eða eitthvað, en eflaust er fólk eitthvað hrætt við það. Já, ég held að Byggir sig það, hann segir að fólk sé hrætt við það.
Já, sko ég held að ef við ætlum að reyna að skilja rasisma á Íslandi, þá var náttúrulega fyrir að fyrsta, bara veit ég alveg hvernig ég aldist upp, það var engin litaður í minni skólagöngu, alveg þannig til ég bara alla mína skólagöngu, hitt aldrei neitt. Gæstu vinur minn átti kæristu á einhverjum tímabili sem var ættleidd frá Indlandi. Það voru svona einu útlendingur sem ég átti í einhverjum samskiptum við, skilur. Þannig að náttúrulega, þú veist, þannig að mitt vegakerfi heilans er ekkert vant að umgangast lita fólk, skilur. Þannig að þá kveikna náttúrulega bara einhverju svona in-group, out-group, einhverju nemar í innsta litningakjarnanum, skilur. En það er akkurat þannig og maður er svona pínu varbeggi, veit ekki alveg svona, skilur, en kannski ekki hræddur, en bara svona smá varbeggi. En eitt sem ég fann svo rosalega sterkt, og því ég ætla nefnilega að koma inn á með þjóðernishyggjuna, er það að ég fann svo rosalega sterkt þegar ég kom inn aðeins byrja að djamma og svona farin aðeins að hitta fólk og þá hitti maður Úlf Sjakra og fleira svona fólk. Leið og fólki var talað íslensku, bara hnökralaust, að þá leið mér strax bara, þetta er in-group, þetta er bara, við erum bara saman, skilur. Þá hvarf þessi aðgreining, þannig að þegar að vera að tala um íslenskuna, þá var sjálfsögðu er það mjög svona öflugt vopn í því að losum þennan rasisma og þar held ég að sé náttúrulega dálítið erfitt að krefjast eldra fólki sem er að koma hingað að ná einhverjum djúpum árangri í íslensku. Þetta er töluvert flókið mál en það þarf að sjálfsögðu að grípa öll ungvin sem fylgja. En má ekki vera bara 5.000 manna, 5% manna pólssamfélag sem að talar litla íslensku? Jú, ég ætla ekki að mynda skoðun, það var kannski máli, ég bara segja að þá kemur þessi hætta. En það sem mér langaði kannski aðeins að koma inn á bara varandi íslenska rasisma, ég held að það sé, þú finnur þjóðernishyggju á Íslandi, getur við ekki verið nokkuð sammála um það? Megin straumur íslenska stjórnmála. Það halda allir með Íslandi og verða allir bara rosalega taugaveklaðir og svo mikið hrun þegar að Íslandi gengur eitthvað illa. Bara til að skjóta þið inn, hann talaði með hann Eiríkur Bergmann í mjög góðri bók sem hann gerði og held ég á Rauðaborðinu. Ísland er eina Evrópuríki sem það sem að þjóðernishyggju hefur aldrei verið kastað út úr meginstraums pólitíkinni. Sjálfstæðisflokkurinn er eiginlega systurflokkur Svíþjóðardemókrata og Bræðralags Ítalíu. Þess vegna smítar hún alla þessa og það er heimavöllur íslenska stjórnmála er valöll. Þannig að við spilum stjórnmálin á heimavelli þjóðernishyggjunar. En þá, ok, núna er eitthvað sem er kannski bannað, kannski vilja við kansalina, mér langar bara að spurja, er þetta nálgast að ég las hérna í ágætri bók sem heitir Reclaiming the State, hérna, hann var að tala um af hverju vinstrumönnum gengur svona illa, hann var að tala um það að hérna, og hann setur það er svona ákveðin svona populism í gangi, tengist þessu að fólk, það er bara að vera yfirgefa fólk og það grípur inn í innan rasisma eins og ég lýsti hann áðan og hann segir einhvern veginn að vinstrafólkin hefur mistekist og þarf að geta talað einhvern veginn inn í þessa þjóðernishyggju með einhverjum uppbyggilegum hætti og mér finnst þetta bara svona áhugavert, ok, er þetta að gera eitthvað uppbyggilegt við þjóðernishyggju er það eitthvað element sem að við eigum að vera eitthvað að vinna með þurfum við þess, eru við skepnan sem að getur einhvern veginn bara verið bara einhvern veginn global dýr eða þurfum við tilheyra einhverju þjóð já, ég meina við erum náttúrulega alltaf við erum náttúrulega á heimilinu og svo er vinnustanum og svo er borgin og svo er landið og svo er Evrópa og svo er heimurinn og svo er þannig að þetta er náttúrulega í leirum en þetta er náttúrulega spurningin er þetta ég bara segja, mér finnst alltaf að ræða kannski er þetta nálgast þjóðernishyggjuna með einhvern veginn aðeins uppbyggilegri hætti þar sem hún beinist kannski að einhverju öðru heldur hún að íta í burtu, heldur reyna bara að rækta garðan okkar betur og við erum kannski bara, hei, við gerum þetta nú betur, eða ekki. Við erum nú alvöru fólk, eða ekki. Einhvern veginn þannig að vanda sér betur og ég bara velta fyrir mér, má það, þarf einhvern veginn að gera það, þess að einhvern veginn beina þessar þjóðernishyggju sem ég held að setja alltaf þetta sem er að má gera það og til þess að enda það hérna ef við ætlum að gera það að þá þarf alveg að þess að rýmka ramman hvenær einhver er orðinn Íslendingur í hugum fólks að það er
hvenær ertu orðin Íslendingur? Hvenær ertu bara hluti af þjóðinni? Þú borgar skatt. Má ég segja aðeins með þetta módelum svona þjóðernishyggju að það er til dæmis mjög áberandi í Bretlandi, þá ertu með skoskan nationalisma og svo ertu með enskan nationalisma. Og enski nationalismin drifin áfram af hræðslu, hann drifin áfram af fyrirlitningu, stéttafyrirlitningu og einhverju svona nostalgíu til fallins heimsveldis og hugmynd það að svona aukin sterkari staða annara landa og annara svæða og svona ríkari sjálfsmynd annara sé ógn við enskan exceptionalism. Tækja af okkur. Já, svo þetta hins vegar meðan skoska sem mjög alþjóða sinnaður, lítur út af við og fjallar mjög mikið stöðu Skotlands í heiminum, mjög opinn fyrir innflytjendum. Ég bjó þarna í svolítinn tíma og ég hef bara, þetta bara svart-hvítt, ég búið í Englandi og það var bara alveg hræðilegt, þetta bara alveg ömurlegt samfélag og svo bjóði ég í Skotlandi og það var alveg frábært og sem betur fyrir var ég nú plataður í það, ég ætlaði aldrei aftur að flytja til Bretlands og en snýst að vera opinn fyrir heiminum, viðurkenna stöðu landsins sem langvarandi sögu þess að vera svona trade, eða svona viðskiptaland sem hefur verið opið og á ríka sögu, sterkt Pakistans samfélag, þannig að svarið alveg, jú, það alveg hægt að nýta einhverjar hugmyndir þjóðríkið á góðan máta, en þá þurfum við að spyrja okkur, hvaða skref eru tekin á Íslandi til þess að ræða það? Ég meina, þá þurfum við að ræða, til dæmis, hver eiga gildin okkar að vera? Hver svo mannúð sem ásættanleg og hver sagan okkar þegar kemur að því að þiggja annars vegar aðstoð og veita hana? Og svo þarf við auðvitað þá að horfast í augu við það að það Má skjóta bara stuð, að þetta snýst nákvæmlega vegna þess að þjóðernishyggjan getur ekki byggt á fortíð. Vegna þess að allir sem eru núna voru ekki á víkingaöldinni. Við erum bara nýtt fólk á nýjum tímum, þannig að þjóðernishyggjan verður að byggja á einhverju sem núna, sem þjóðin núna. Það ekki, ef ég má eina tala eins og Vigdís Finnbogadóttir til dæmis, þá það landið, það náttúrulega við getum deilt í, tungan, innflytjendur hefur ekki alveg aðgang að því, sagan, það ekki saga mín. Er þetta saga mín? Ég segi fæðist bara í Breiðholtinu og þar byrja mín saga. Þannig að við erum frekar með svona, ef að ég tek dæmi af því sem allir var að segja, við erum frekar með svona enskan tón í þessu. Þetta við erum að verjast, það sem að titrandi smáblóm, sem að alveg má ekki við neinu, þá getur það bara dáið. Það sem væri mjög hollt fyrir okkur þá að ræða hvert á framlag Íslands til heimsins að vera. Það getur verið ákveðið upp af þessu. Hvað framlag okkar? Og þetta, sögurnar, það eitt, en besti jafnrétti. En ég meina, það þá allavega grunnu til að byggja á, þó það sé ekki endilega jafn fullkomið. Og það eitt, ég meina, Ísland svona einhver útópísk eyja í huga fólks sem að einhvern veginn sleppur við öll spillingar og öll nútímans. Það nú eitthvað styrkur í því, við veitum fólki eitthvað á von stundum. En ég til dæmis hef alveg svona einhverja praktiska sýn á þetta. Maðurinn minni frá Kólumbíu og svo heppinn að eiga mjög auðvelt með að læra tungumál og hefur lagt sig mikið fram við að læra íslenskuna. Og þó við tölum þetta ensku á okkar heimili því að ég tala ekki spansku. En við höfum svolítið rætt þetta okkar á milli og eiginlega helsta ástæðan fyrir því að það mjög erfitt að færa svona efnahagsleg og félagsleg rök fyrir því að leggja svona mikla áherslu á íslenskuna að okkur ekkert gert það sérstaklega mögulegt að gera langtíma áætlanir. Það lítil áunninn réttindi sem fylgja því að vera þú þarft að fara í gegnum endurnýjun mjög reglulega. Atvinnuleyfið bundið við einstaka atvinnurekanda. Þannig að það mjög mikið að tækifærum sem opnast en lokast svo vegna þess að þú getur ekki treysta Útlendingastofnun eða Vinnumálastofnun að ganga í þetta mjög hratt og tækifærin hverfa. Þannig að okkur þykir
væntum þetta tungumál og ég alveg einn af þeim líka þó að ég svona get ekki alveg stundum keypt þessa paranóju yfir því að hún sé að hverfa en þú veist, kannski gæti verið hluta þessar umræði, hvernig getum við gert fólki kleift að þykja svolítið væntum þetta land og geta gert langtíma plön. Af því að þú ert alltaf að viðhalda fólki í einhverjum skammtíma og stöðu það sem er háð einhverjum, þá getur það ekki, já. Og ég meina, ég get bara sagt það, þú veist, að þegar það kom upp samtal, hvort það ætti að taka, styrkja þýskuna eða íslenskuna, þú veist, ég meina, mitt atkvæði fór algjörlega til þýskunar, það er heimstungumál og þú veist, land sem er miklu opnara fyrir, við getum búið okkur til miklu betra líf þar, til langs tíma, og ég ætla ekki að vera að útvarpa eigin lífi, en ég er samt að segja að það þarf, ef við ætlum að fara að ræða samfélagsbreytingarnar og hvað við viljum, þá þurfum við að ræða hvað við viljum og við þurfum líka að eiga samtal við fólk hvað þarf til að fólk vilji vera og þykja vænt þetta, að því að þrátt fyrir þjóðernið, þá er bara rosalega auðvelt að fá fólk til að þykja vænt samfélagið sitt. Þú veist, ég bjó í 3 ár í Skotlandi og ég var skoskar en skotar. Þú veist, mér þykir ofboðslega vænt mitt samfélag. Ég bjó í Tékklandi og mér þykir ofboðslega vænt það samfélag. Þetta er bara spurning að þú veist... Það er grunnför hvers og eins að bara að komast af og bara lykillinn af því að falla vel að samfélaginu. Þannig að ég held að það sé frumkraftur í öllum að bara inn í hvaða samfélagi kemur svona hjá flestum sem eru svona cirka rétt samansettir að falla einhvern veginn inn í og verða einhvern veginn uppbyggilegur hlut á hópnum. Ég held að það sé nú svona dræð. Eitt atriði? 2 atriði. Og bara mjög praktísk leið til að byrja á þetta. Ég held að það væri að gera að til dæmis að ríkisútvarpið okkar tæki sér til og væri bara með pólitíska umræðu nokkur sinnum á pólsku og á ensku og býði þessu fólki og við bara færum í það að ræða þetta samfélag okkar og hvernig við getum viðhaldið þessum innviðum. Og svo ætla ég að taka undir hugmyndir krakkasilfur líka sem koma fram helgina. Ég ætla að segja þetta sem að væri kannski dálítið svona að því að mér finnst kannski dálítið lykillinn aðeins er að fá, þú veist, til þess að það verði ekki vandamál, er einhvern veginn að vinna með hugafar Íslendingsins sem að situr einhver staðar og segir, herri, ég er Íslendingur og svo situr hann einhverju stellingu og svo eru hlutir að gerast og svo einhvern veginn er þarna einhver dýnamík og þarna er einhver vandamál sem að geta býst í rasisma. Það er að einhvern veginn, það þarf að nálgast einhvern veginn að smíða hugmyndina Íslendingin aðeins opnari og þá þarf að vera hægt að gera það. Við þurfum að vinna með hugmyndunum hvað, eins og þetta segja, hvað er fólkið í þessu og ég held að einn af lyklunum er kannski að skoða svona eignarhald. Því ég sé þetta þannig að lykillinn af því að vera Íslendingur er ekki að horfa þannig að við eigum þetta land, skilur, heldur þannig að landið það á okkur. Þú veist, ég kemst ekki í burtu það landið sem á mig, ég hafa það ekki. Og þannig að þeir sem koma hingað og ganga þessu landi á hönd og eru úti í raskati og einhvern veginn að búa sér til líf og við horfum í augu hvort annað, þau eru bara í sömu erindagjörnum á við erum bara búin að ganga þessu landi og þessi skeri á vald, skilur. Við höfum ekki fiskurinn á okkur. Herðu, ég ætla að fá að stoppa við höldum áfram þessari umræðu, við vorum fyrir helgina, þá vorum við að tala framtíð íslenskunnar á tímum fólksflutninga við Ármann Jakobsson og Eiríkur Rögnvaldsson og þá boða ég það að við myndum búa til samskonar umræðu þar sem að vera innflytjendur sem við myndum ræða íslenskuna og það koma held ég á morgun eða á fimmtudaginn Agnieszka Sokolovska og Viktoria Baksina og ætla að endurtaka umræðuna sem að Ármann og Eiríkur voru með en út frá allt öðru sjónarhorni. Og það kannski liður í umræðin sem við verum með og við munum halda það áfram á Rauðaborðinu en ég ætla að segja að Rauðaborðinu lokið í kvöld. Við verðum aftur morgun klukkan 8 með eitthvað allt annað á dagskrá.